Góðan daginn. Við erum hér, kallum hérna viðburð samtal kynslóða. Þetta mjög í stíl við þema hinsegindaga sem hinsegin á öllum aldri. Við erum auðvitað komið þangað að núna hinsegin fólk, sýnilegt hinsegin fólk í samfélaginu á öllum aldri. Frá krökkum og upp í stofnendur samtakana sem allt orðið farlaman gamalmenni, má segja það? Nei, komin á ellilífeyrisaldur skulum við segja. Svo það svona ýmislegt þessu þema tengt. Við ætlum til dæmis að fjalla hvernig það að eldast hinsegin og núna ætlum við að hafa þetta samtal þar sem eru 3 kynslóðir. Andrea Jónsdóttir aldursforsetinn og er komin yfir 70. 72. 72. Já. Andrea, ég ætla ekki að eða löngu tími að kynna rokkömmuna Andreu, það vita allir hver hún er. Svo hann Leifur Örn Gunnarsson sem fertugur. 42. Allir vil tveggja eitthvað, hvað það? Já, og Leifur sittur í stjórn og hljóp hér í skarðið fyrir hann Hilmar Hilda Magnússon sem fór í sóttkví fyrir 2 tímum. Ég losnaði mitt úr sóttkví fyrir 40 mínútum. Já, þannig að ég Leifur astaðist til að koma niður í bæjun leið hann losnaði á sóttkví, þá var hann sjanghaður í að vera millikynslóðin. Svo það hann Mars Proppe sem 22. Alveg, ég hefði ekki að giska á þetta. Við hefum merkisammali bara, svona samferða alltaf. Þetta nú svolítið fallegt. Við, sko. Já, mjög fallegt. Já, með hálfa öld á milli. Og hann ég veit ekki hvernig hann kynna þig. Ég til dæmis eðlisfræðinemi í háskólanum. Svo ég aktivisti. Já. Það alveg plenty. Mér Mér finnst bara nóg að vera eðlisfræðinemi, Mér finnst það rosalegt. Það dálítið mikið. En við ætlum að byrja þetta á því að svona hvert sig ætlar að segja svona af sér og hvernig umhverju var þegar þau, ef við miðum kannski við þau, á bensku árum og svona upp á 20, hvar voru þau stödd 20 sem þá fyrir rúmlega hálfri öld og svo rúmlega 20 árum og 2 árum. Já. En allavega, þetta fólk kemur svona, örugglega mjög ólíka sögu að baki þó það sé vonandi sameiginlegu dráttur í núverandi gleði, skulum við segja. Andra viltu ekki bara byrja, segja okkur sögur. Já, ég var að segja hérna við stelpurnar að ég var alltaf gömul til að undirbúa mig, þannig ég vissi ekki alveg, þannig ég ákvað að undirbúa mig bara ekki neitt, þannig ég ætla bara að segja að ég fædd á Selfossi og heiti nákvæmlega Andrea Sigríður og Jónsdóttir og ég var að kalla Adda Sigga á Selfossi og ennþá selfisingar ég veit alveg hver ég kalla með Adda Siggu, ég þekki bara röddina og ef þessi með röddina segir Andrea, þá segir nei. Þannig að það svona fylgir röddina alveg hvað mér finnst ég að koma. En svo maður var í alls konar íþróttum og svona á Selfossi, en í skólanum þá var spilaður fótbolt í frímínútunum og ég var bara ansi góð í fótbolta, en þá máttu stelpur ekki spila í fótbolta, þannig ég spilaði bara í skólanum og þá var ég kölluð Andri, það er alltaf strákandi kölluð með Andra. Og ég var bara rosa góð í sérstaklega vörn eða svona á miðjunni sko. En þetta var bara fínt, þetta var á Selfoss var rockbær þegar ég var þar. Var ekki komin hnakka stimpillinn sem líka svo sem ágætur en svo fór ég í MR 1965 og hef eiginlega bara verið í Reykjavík svona mestanpart síðan, kannski ekki alveg. Ég vann alltaf á sumrin á Selfossi við alls konar störf og svo ég ætti kannski byrja á að segja, það var nú bara ekki talað kynlíf þegar ég var alast upp, bara alveg sama hvers konar kynlíf það var, hvort það var eðlilegt eða óeðlilegt. Og ég man, það var svona einn leigubílstjóri sem var talað að hann væri eitthvað að klípa í strákana og svo man ég eftir 2 konum og þær byggu saman, komu held ég úr Reykjavík og önnur var nuttkona en hinn var bara svona alltaf talað að sem vinnukonuna hjá henni Margréti nuttkonu
og ég veit ekkert alveg hverjur og eitthvað pæli því, en svo náttúrulega erum við alltaf að hlæja því síðan sko, að þetta var náttúrulega svo augljóst, en það talaði enginn það og kannski fattaði fólk það ekki, ég bara ekki alveg viss. En ég var svo heppin að þessar konur voru með hesta í hesthúsi hjá afa mínum, bara út á túni hann heima. Ég fætti hann í húsinu Kaffi Krús á Selfossi, sem heitir Núbur, en hvað það. Og þetta var bara æðislega æska og en einhvern veginn bara svona voða mikið án kynlífs eitthvað. Þannig séð. En ég veit ekki hvað á ég að segja eitthvað meira. Ég er nú bara svona að velta fyrir mig kannski hvort að í þessu fullkomna kynlífs og meðvitundarleysi hvenær þú fór svona kannski að leiða hugan að því að þú hefðir einhverja aðrar kenndir en vinkonuðina sem voru ekki kallaðar Andri. Ég var alltaf með stutthár. Klift ekki alveg kannski snóðið en svona með stutthár. En svo einhvern veginn í MR og svo líka þegar hann fyrir að nálga svona bítla og hippa tími, það var náttúrulega bara söfnuð allir hári. Þannig ég er búin að vera með svona luppa síðan. En auðvitað, maður átta sig á því seinna, maður var eiginlega meðvitaður það að vera, ég er lesbísk, vera það, svona löng áður maður einhvern veginn var að pæla í einhverju kynhneigð endilega. Og ég man til dæmis sérstaklega, ég segi alltaf að það hafi fyrst komið í ljós þegar maður sá svona bíómyndir og ég man til dæmis sérstaklega eftir því að svona mjög fallegar kvikmyndastjörnur, þær voru alltaf með einhverjum svona ógeðslega svona gömlum köllum í bíómyndum. Mér fannst þetta svo ógeðfellt að sjá Marilyn Monroe og einhvern svona ljótan svona, sem ég finnst að vera gamall kall. Mér finnst þetta bara að vera svo mikið óeðli. Algjört óeðli. Þú hefði verið alveg reyði búin að stiga inn bara og bjarga Marlín frá þessum örlögum. Alveg eins og sko. Mér er alltaf þótt mjög vænt hana síðan og núna veit ég að hverju allt fór svona illa hjá henni. Ég virkilega svona, hef samúð með henni eilífa. Þú hefði nú komist í kontakt við hana. Já, ég segi það. Hvar varst þú tvítug? Hversu meðvitað? Þá var ég bara, tók í stúdinspróf tvítug hérna í MR. En varstu skotin í einhverjum? Ég reyndar var nú alveg líka svona með einhvern strákum að því að, eins og sumir reyndar hafa haldið það að lesbíur var ógeðslega móti kallmönnum. Talaðu fyrir sjálfa þig bara. Nei, ég hef aldrei verið það, en ég veit ekki þig sko. Jú, alveg. Það er rosalega móti, Og en svona, en ég hef alltaf verið, sko, mitt líf hefur verið rosalega átakalítið, eða þannig séð. Þannig að ég svona, ég er svona frekar friðsum manneski þó ég hafi nú alveg gefið fólki á kjaftinu öðru hverfi, ég nú bara að segja ykkur það, af ýmsum sökum. En það þarf að pirra mig mjög mikið áður en það gerist. En var þetta sko, friðsum og sildir áfram átakalaust, kannski af því að þú kunnir, þú kunnir ekki orða þetta sjálf og kunnir samfélagi kringu að greina fullkomlega meðvitalaust og var það svo meðvitalaust að það var ekki eins og móðgandi? Nei, það var bara ekki talað kynlíf. Það var bara ekkert, sama hvernig það var eiginlega. Bara fólk einhvern veginn datt í það og svaf hjá einhverjum. En ég bara svaf ekki hjá konu fyrir ég var rúmlega 20. Og ég bara aldrei sett frá þessu og ég nefni engin upp, ég tek það alveg fram. En það var partí heima hjá vinafólki mínu, mjög góðu vinafólki mínu á Selfossi. Og þar voru gestir. Svona voru hjón og bara bara konan bara og ég svaf einhverju dínu í einhverju og það var sko, þetta var í þá daga þegar fólk sko flutt inn í eitt herbergi og var svo að byggja restin af húsinu. Svona bara, þetta tók alveg kannski 2-3 ára, stundum 10 ára eða meira. En það var eitthvað þannig að en ég var svona ein á einhverju dínu, bara í svefnpoka, einhver herbyggi og bara konan, þessi gestkomandi kona, hún bara kom. Skal ég segja ykkur. Og það er svona fyrst, en þá er ég rúmlega 20. Og þú barðar hann ekkert af þér? Nei, alls ekki. En það var rosalega feimnislegt morgunverðarborðið. Já, ég trúi því. Trúi því. Veistu nokkuð hvar maðurinn að vera með hann?
ætlan hafi ekki bara sofið, ég veit það ekki. Hún hefur kannski byrglað honum. Og bara Þetta nú með betri partjum. Já, finnst þér það ekki? Jú, þetta er mjög góð, þetta er svo happy ending partí. Þetta var bara mjög svo. En vitið að ég hef ekki hitt hann síðan. Og ég myndi ekkert þekka hann held ég. En eftir þetta varstu þá, þú veist, konsjur, varstu að meðvitað Já, ég lesbísk? náttúrulega vissi þetta alveg áður og Þú vissir þetta reyndi, alveg. ég var í hérna Þú bara svona átakalaust varst á þetta var dýnum svona- og já, konur bara- slýsust inn í já, herbyggju já, og svona. bara stöðugt eftir þetta. Nei, það reyndar svo, já, það var svona smá, ég svona smá lent í einhver svona viðröslum. Ég fór til dæmis til London 1971, þá er ég þetta 21 árs. Ég hugsi að verið 22 kannski þegar þetta gerðist. En 22 góður aldur. Já, það ekki. Sko, ég segi það, býttu bara, Já, ég býð spennt. Já, já, eftir bara hverju sem er, einhverju skemmtilegu. nú En er þetta var svona já. friðsalt, en líka það sko Friðsalt. að hérna, og ég hef aldrei verið mikil baráttu koma og kom aldrei einhvern veginn með einhverjum brjálæðisgangi út úr skápnum, ég gerði ekki, svo ætla kannski að bara spyrja þá eftir einhvern veginn eða hvað, ég veit það ekki, veit ekki hvað. Það er greinlega ekki neitt að spyrja, þú bara flæddi Ég bara slæði bara og friðsamlega. segði, en ég hætti núna í bíli. Ég var að segja að það var alltaf mikið að tala í 10 mínútur fyrst, ég er örgulega búið með 12 eða 15. Já, heyrðu, já, 12. Já, Já. Það er 10 og 2, við erum í 20 og pluss 2. Þá erum við kannski að snúa okkur að Leifi sem er 42 og alveg upp vestur á fjörðum og það sem að fólk kunni nú kannski frekar að orða skammir sínar en kynlífslösa Selfossi. Algjörlega Já. kynlífslaust. En þeim hefur samt fjölgað mjög mikið. Mér finnst að byrja með mjög erfitt að koma á eftir Andreu, takk fyrir það. Og líka það að ég er búin að vera ekki að pæla í öðru síðan þú barst um að koma í gáðan þegar ég fattaði að ég var orðinn miðaldra. Nei, það er Fyrirgefðu, eina Leifur, sem er í hausnum á mér fyrirgefðu. núna. Já. Þú ert bráðungur, láttu ekki svona. Já, ég ólst upp fyrir vestan fram að, sem sagt, á Patreksfirði, fram að fermingu. Var ekkert fann að pæla í neinum hneigðum þá. Og í rauninni, sko, fór ég ekkert að pæla í neinu hvað var þar að vera hommi fyrir ég var einmitt í, orðin 19 ára í MR. Góð skóla MR, Greinlega. Og þar var ég. þá svona fattaði ég af hverju ég forðaði mér þegar stelpurnar reyndi að gera eitthvað gera sér dælt við mann í partíum og annað. Þá var ég fyrstum maður til að forða mér út. Þá fattaði ég það lóksins af hverju það var. Og þú brást ekki við eins og Andri á dýnunni. Nei. Jú, ég gerði það þegar að koma fyrst að stráknum, sko. Það er reyndar annan mál. En það var reyndar að versta kannski við að koma út úr skápnum þarna 98-9 er að þetta er náttúrulega hápunktur Spice Girls tímans. Þannig að það voru allir homar á þeim tíma með plokkaðar augabrúnir alveg niður í eitt lítið strik, þannig að mínar er ennþá að jafna sig eftir það. Ég hefði alveg viljað að það væri aðeins stærri í dag. En já, ég kem semst bara út úr skápnum í MR og gengur bara gríðarlega vel. Allir bara tóku mig mjög vel, sem ég átti ekki von á en samt hafði ekkert pælt í. Við komum strax út fyrir foreldrum mínum. Reyndar ekkert á fallegan hátt. Þau voru að horfa á sjónvarpi og lágu upp í sófa og ég kalla til þeir að ég sé að fara út og ég sé að fara á date. Og svo öskra ég, já það með strák og svo skelli ég hurðinu og hleyp í bíó. Það þurfti hugur ekki til eða eitthvað? Já, svo kom maður heim eftir bíóið og svona. Þau enda upp í sófa. Þannig að og þau bara tóku mig gríðarlega vel og föðmuðu mig og bara einmitt sögðu þessa skemmtilegu setningu, já þú veist hvað þú ert að fara út í. En hafður það nokkra hugmyndu það? Nei, til allra hafði mikið veitna það ekki. Það hafði ekki pælt í því. Þannig að það kom, en ég reyndar, þetta var á föstudegi og laugardagsmorguninn eftir, þá er ég semst vakinn af mömmu og þurfti bara að klæða mig og hafa mig til. Svo var ég bara dreginn til ömmu og afa, báðu megin og systkina, foreldra minna og bara kynnt og sagt öllum frá að ég væri bara komin til skápnum, eitthvað sem ég hafði ekki beðið Voru þau búin að bíða rosa lengi eftir og auðlaður út við þér? Mér fara að gruna það. En nei, þau reynda að segja sjálf enn þann dag í dag að þetta hefði komið óvart, sem ég reynda að skila ekki. En
þau ákváðu sem sagt að það væri best fyrir mig að segja öllum frá strax þannig að fjölskylda mín nánast að væri ekki að heyra þetta einhvers staðar bara út um bæ og á þeim tíma fannst mér þetta hræðilegt en eftir á og núna er ég svo svakalega þakkláttur fyrir þetta að það auðvitað tók mér allir mjög vel og þú veist fekk mörg famlög og sérstaklega frá ömmu og afa og svona Þau hafa stytt þessa leiðina verulega. bara mörg ár þannig að það var ekkert aftur snúið eftir þetta þannig að já ég bara held ég beint í samband þannig að bara með fyrsta stráknum sem ég kynntist og Þessum bíógur, já, hvaða mynd var þetta? mann það ekki Marley Monroe? Nei, þetta er löngu setna. ég held að okkur hafi næstu verið hent út úr salnum reyndar þannig að við vorum aðeins og framalega í sætunum Þetta var augljóslega ekki á Selfossi. nei, þetta var í Höfborginni en já hvað viltu Fínt, ég vil ekkert meira frá þér í bili löguminn. nei. Nú máttu bara slaka á og Mars En það var nóg rætt kynlíf á þessum tíma samt og eitthvað stundar bara, þú veist, það var Já, aðeins en ekki kannski heima hjá þér og svona almennt jú, ok. alls staðar bara. Meira fjóra Patrón á Selfossi. Þetta varst þú nú komin frá Patrón. En Mars, Já, hvaða sög átt þú? já, ég á ýmsar sögur þrátt fyrir kannski yngri aldur svona til að kynna mig, þá heiti ég Mars og ég nota fornafni Hán og það beist eins og lán tekur með sér hvorkin yfirleitt þegar ég er búið að þylja þetta upp fyrir fólki þá horfa það tilbaka svona mjög stjart á svipinn sem ég skil algjörlega eða þú veist fyrir svona 5 árum þá hefði ég algjörlega verið þar líka af því að fyrir svona 5 árum þegar ég var 17 ára í MR Gefið ekki. Klappa fyrir MR. Við erum búin að finna sameiginlega þráðinn. Þú ert þetta líka Hvaðan kemur þetta? Þetta var strategía. Já, fyrir svona 5 árum þá fannst mér bara ég ekkert endilega vera partur af hinsegin samfélaginu. Mér fannst bara gefið að ég gæti verið með hvaða fólki sem sama hvert kyn þeirra væri og mér fannst það ekkert endilega gerum eitthvað öðruvísi en hver annar en það bara alið upp við það að það sé hið eðlilegasta mál talað það í minni kynfræðslu þótt hún kannski ekki verið mikil þá var minnst á það Þetta kemur samt skýrasta kynslóðamunum fram þú férst actually kynfræðslu Ég fekk kynfræðslu, Okay. já ég fekk gefinn smoka sem náttúrulega runnu bara út í skúfunni heima hjá mér Þar kom Selfossinn Já þó þetta hafi verið í orði það var ekki endilega á borði sko. en já, þannig mér fannst bara pældi ekkert mikið í hinsegin samfélaginu fannst ég bara vera bara frekar basic en svo stuttu seinna þá útskrifaðist ég úr MR og fór svona aðeins meira að lesa mér til hinsegin samfélagið transfólk aðalega gerðist mikill fagmaður bókmenntir, tengdar transfólki alls konar greinaskrif, fannst þetta mjög áhugavert skildi enga veginn af hverju og í lengi vel sko, ef það hefði spurt mig það hefði ekki getað svara vel sko og mér fannst allar svona tilfinningar sem ég hafði gagnvart mínu kyni og mínu svona hlutverki sem mér var gefið bara ótrúlega eðlilegar. Ég hélt bara að allir fyndu fyrir því sem ég fyndi fyrir, bara eins og við gerum flestar ráð fyrir. Þú veist, ég var bara mikill feministi og þú veist, eins og í gegnum Free the Nipple-bylgjuna og svona, þá hélt ég bara að auðvitað ættum við sem hefðum brjósta geta gengið berbrjósta af því að brjóst ekki kynfæri en líka bara af því að öll vildi við vera í sundskilu, það var bara basic. Og við gengumst alveg við því að vera konur en það var ekkert næs en þú veist, það er líka þess vegna sem við berjumst fyrir réttindum. Svo raunin að það er ekki almenn upplifun. Það eru margar konur sem eru bara mjög sáttar við það að vera konur og ég svona, þegar ég fattaði meir og meir að ég var að upplifa ykkur tilfinningar sem væri ekki allra áttaði mig á að það væri kannski eitthvað meira þetta í pókahotninu og eftir að hafa lesið mig svolítið til transmálefni hugsa að ég hlyti að vera transmaður það væri bara rökrétt framhald af þessu þannig ég bara reyndi að
blæja þennan storm í huga mér með því að ég væri bara maður og það væri bara skýrt framhald, ég vissi bara hvað ég ætti að gera, ég myndi bara fara í gegnum þetta erfiða líkamlega ferli og ég myndi bara samsama mér samfélaginu á þennan máta og þetta myndi bara vera fínt. Þú veist, ég hafði alveg fyrirmyndir í þessu og þetta var bara flott. Endist ekki með lengi, kannski svona 3 daga, af því að þá bara... 3 daga? Já, eftir 3 daga, það var eitthvað nei, þú veist, þetta passaði mér einfaldlega ekkert betur en hitt bóksið sem ég hafði verið að reyna að passa inn í öll þessi ár með þessum dræmu niðurstöðum. Og þá var mikill vandi, því að hvað eru annað en karlar og konur? Og ég hafði aldrei heyrt það og ég vissi ekki að það væri til þannig fólk. Þetta hafði enginn kynnt fyrir mér, hvorki í grunnskólan, ég menntaskólan í annars staðar. Allir í kringum mig voru voðalega bara cis-het og ég bara pældi ekki í því. Cis-het þýðir sérst að vera sískynja og hetero og þannig ég ákvað eftir sagt, öll þessi ári MR að ég skildi bara lesa mér mikið til og ekki tala um þetta við nokkurn mann og gerði það í nokkra daga 3 gerði það í 3 daga og var sérst kom bara með plan að ég ætlaði bara að lesa mig til og svo ætlaði ég bara að taka foreldra mína og segja mamma og pabbi og ég þarf að tala við ykkur og ætlaði að leggja þetta á svona fullorðslega borð og bara vera með þetta allt tilbúið. Það var ekki svoleiðis. Ég endaði á því að koma út með því að vera mjög grátandi heima hjá mér seint að kvöldi og segja bara ekki láta brjóta þig. Takk fyrir. Og segja við mömmu mína að ég held ég var ekki kona en ég var ekki maður heldur. Og mamma vissi náttúrulega ekkert hvað hún ætti að segja við því. Af því ég vissi heldur ekkert hvað ég ætti að segja við því. Þú veist, það hafði enginn einn svör af því að það var enginn fyrirmynd. Og hún sagði bara að þetta væri voða gott og blessað og hún elskaði mig ennþá og þyrfti ekki að ágjöra því sem var fínt. En svo var þetta ekki drætt alveg bara í Íslandinu tíma. Af því að hvað var að ræða? Þú veist, hvað þýddi þetta? Þú veist, barnið þitt kemur til þín og var eitthvað ég passa ekki inn í samfélagið hvað þarf að gera og hvert átt að leita líka og það tók mig alveg marga mánuði til einhvern veginn bara að leita upp í samfélag sem ég gæti rætt þetta við að finna mér orð til að nota og það er eitthvað sem ég er ennþá að vinna í dag skilu. Það er bara mjög mikið ongoing dæmi og ég ætla ekki að láta eins að þetta hafi verið dansa rósum sko. Andri vegferð hljómar eiginlega bara mikið meira smúð en mín sko. Dráttur að vera hérna 50 árum á undan og mér er svona best fyrir sko, þegar ég er að útskýra strauglu við þetta fyrir eldra hinsegin fólki vera samsama við þá baráttu sem að hefur verið farin seinustu 50 árin, kannski 70 árin fyrir réttindum samkynhneigðra af því að fyrir 50 árum þá var ekkert pláss fyrir samkynhneigt fólk í samfélaginu. Þau mátti ekki gifta sig, þau mátti ekki skrá sig í sambúð, þau mátti ekki ættleiða börn, eiga börn saman, svo framvegis. Og það er eiginlega bara eins fyrir okkur sem erum kynsegin í dag. Það er ekki pláss fyrir okkur, það er ekki gert ráð fyrir okkur og það er rauninu bara það sem að baráttan snýst í dag á okkar fronti sko. er að vera tekin sem gildur partur af samfélaginu og fá sem réttindi og aðrir og þrátt fyrir að Ísland sé frábær staður til að lifa á sem hinsegin manneskja á ýmsa vegu er hann ekki fullkominn og það sem að kannski dregur svolítið úr manni kraftin í þessu er að ef við höfum ekki þessi réttindi og þessa hluti hér þá höfum við það örugglega hvergi og það sökkar til þess að enda þetta svona mjög jákvætt Enda þetta á léttunótunum Já. En þú veist, hefur ekki vonum að samfélag sem hefur þó náð þetta langt og þetta nú gerir maður kannski 40 ár og tæp 50 sem hefur þó náð þetta langt geti staðið við baki á þér og öðru kynsegin fólki? Jú, ég gerir ráð fyrir því sko en
þetta er kannski bara svolítið óþægilega með því svona. Ég vil bara helst fá þetta núna. Eðlilega eða innan 3 daga sem þitt Já, helst, já. Það er mín tímamörk. Já, ég var helst til í að sjá hraðari breytingar en eru í dag. En þú veist, við erum að vinna í rétta átt, það er algjörlega satt, en það er líka mikið bakslag og það er kannski svona aðalvandinn, myndi ég segja. Það sem maður hefur ágjör á núna. Er í þessu sem var kannski mismikið ströggl og svona, hvað hafið þið, og það er kannski auðveldar að sjá það eftir á, hvað hafið þið verið að berjast við af svona eigin fordómum, bara svo ég tala út frá sjálfur mér, þá uppgötaði ég svona meira eftir á, því maður þóttist náttúrulega verið með þetta alltaf á reynu sín tíma. Ég uppgötaði eiginlega eftir á það sem hafi verið mestar hömlu fyrir sjálfa mér var auðvitað, þú veist, fordómandinn sem ég sem ákvæmi þessa þjóðfélags sem þá var, sem ég burðaðist með sko, að þess að ætla mér að þess að vilja það, þá var ég auðvitað skilyrt af þessu samfélagi sem ég bjó í. Hversu mikið höfðu svona ykkar eigin fordómar áhrif á hvernig ykkur gekk að svona átt ykkur á hverði voruð að koma út úr skápnum og orða bara hreinlega hverði voruð? Andra, getur þú byrjað á því? Já, sko, ég kannski bara svona montin, ég hafði ekki svona fordóma, en auðvitað maður vissi að það voru fordómar, en það einhvern veginn, já, ég er svona voða rólega, eiginlega vanvirk, en mér fannst sko, og það gerðist náttúrulega mjög mikið fyrir bara samtökin voru stofnuð, 78, að þá, og ég vil bara, já, það er einn hópur sem á helst, sko, eins og þú veist, það eru bara hommarnir sem að byrja að rífa þetta upp og maður tók svona rólega þátt í því svona, en ég get ekki hrósa mér að ég hafa verið rosalega duglega en maður svona, var svona í kringum þetta. Varstu laus við alla fordóma gagnvart hommum? Já, ég bara, mér hefur bara alltaf fundist þetta að vera einhvern veginn bara allt í lagi og ég veit ekkert hvaðan ég hef þá tilfinningu en svona... Mikið betra en svona heteronormatíft kynlíf í bíómyndum. Hvað segirðu? Mikið betra en svona heteronormatíft sambandi í bíómyndum. Já, Marley Monroe komin þangað. Já, algjörlega sko. Það var einhvern veginn bara mjög glata, ég sagði bara, já, það var ekki fyrirmynd fyrir mig. Nei. En... Já, en bara, ég veit ekki, ég bara einhvern veginn hef bara svona, einhvern veginn bara seglast áfram og ekkert verið að stressa mig voða mikið yfir því hvað aðrir er að pæla eða, já, kannski ekki þú segir hvað ég var að pæla heldur. En svona, ég bara finnst mér hafa einhvern veginn svona floti með og auðvitað var þetta ströggl og vesinn og... Þú flaust með strömmnum sem engi var, það er dálítið afrek. Já, það er það, mér, sko, þetta var svona ekki hægt að gerast, en svo bara var þetta bara svo skemmtilegt, þarna, í litla húsinu á Lindargötu og svona, var mjög svona, það ætti ekki vera með flott aðstaða núna sem var þar sko. Það var frábært. En rosalega skemmtilegt, bara skemmtanir og partí og það var svo gaman og þetta var svo stekkandi. Svo náttúrulega má líka náttúrulega segja það að hommarnir eru náttúrulega fyrir miklu meira ofbeldi og ofstæki heldur en lessur. Fólki fannst það nú bara hlægilegt þetta lessu við sem væri nú bara valla til. Nei, bara tímabil, 3 daga tímabil. Já, akkurat, einmitt svona og kallanum fannst þetta bara voða sætt og eitthvað svona. Já, eitthvað þannig. Þannig að eins og bara, sko, en eins og sko með hán eða þannig sko að vera að þá kannski eru þið líka fyrir gagnrýni frá gay bara samfélaginu, ef ég má bara tala um það svona í heild, eða hvað? Jú, algjörlega, þetta hefur verið mikil barátta upp að þessu, bara að fá að vera tekin gildur partur af hinsegin samfélaginu, algjörlega. Já. Það er alltaf svona var þetta með bisexual. Já, við vorum alveg samfærum að væri bara, við munum það nú, vorum samfærum að sáhópu var svona einhvern veginn bara að reyna að svindla sinni samfélag okkar, getur ekki bara ákveðið sig. Nú við bara búin að vera ströggla fyrir að fá að vera homar og lesbíur, svo koma þau bara og það er bara, getur ekki ákveðið sig. Það var svona, í alveg stemningi var þessi. Það var mjög þannig, já, en við skánum með árunum. Já. Og bara, svo ég segi það hérna bara aftur í beinni, það heyrist ekki kannski alveg í mér áðan, en þessi fyrirlestur sem var áðan, að þetta er bara svo nauðsynlegt og bara fara með þetta á elliheimili og bara út um allt. Já. Saumaklúbba landsins og guðmáttu hvað. Geta uppræta fordóma nema með fræðslu. Já, það er, og þetta er bara, já líka þegar þetta er svona skemmtilega flutt, þá er en Leifur? Ekkert nema skemmtilegt.
Hvað var nú þínu sálartetri að kvelja sjálfan þig? Ég kannski bara svona egocentrískur og kærasta mér reyndar segir ég sé á einhverju rófi, þannig að ég hef aldrei verið með fordóma gagnvart mér sjálfum. En nú vitum við að þú ert með djúpstæða fordóma gagnvart lesbíum. Það nú aðalega bara tengt þér. En það ég skítrættu við þig. Já, eðlilega. Haltu því. En það frá því að við vorum saman í bekk hérna í gamla daga. Ekki MR. Reyndar ekki, það var HR. Það var, já, við erum ekki jafnandra við Leifur, Nei. trúið því. En ég tengi samt svo vel við það að ég á erfitt með einmitt að læra allt þetta nýja sem í gangi í dag og ég stend sjálfur mér stundum að því að þora ekki að opna munnina því ég er svo hræddur að segja eitthvað vitlaust. Og maður hefur lent í fólki sem maður skamma mann og ég bara eiginlega einhvern veginn ákvað eftir það að þegja bara. Mér reyndar, sko, já, ég velti svo mikið fyrir mér og svona, ég á dóttur og hún á vini sem eru hán og hvað sem og þannig að ég hef svona lært að skilja það svona í gegnum það einhvern veginn og svona farin að skilja ástæðuna en mér fannst þetta svo flókið fyrst en til dæmis sérstaklega svona eftir svona fyrirlestur að ég vissi sem sagt aðeins meira en ekki neitt sko að náttúrulega þá þetta bara ekkert flókið eins og hérna. Ekkert flókið sem maður þekkir. Nei, og líka ég bara frekar góð í málfræði og kann skildagatíð og allt þetta sko. Þannig að ég get alveg bætt þessu við. Þá skildagatíð. Ó já, þá skildagatíð, guðminn góður. Já, við fyrir létt að bæta þessu við. En það og ég get alveg tekið undir sko að maður finnur, ég stend alveg sjálfum að því að vera feimin við orðanótkun og þú veist, svona ýmis heiti, en það er náttúrulega ekki nóg gott og við sko hins veginn samfélagi má heldur ekki býta hausa þeim sem eru actually að reyna og eru alís en eru bara ekki búin að tökum á Nei, maður en þá að það sé sagt þá auðvitað kynsegin fólk til dæmis fullan rétt á að vera ekki miskynjað og svona já, og líka að læra ástæðinu fyrir því að þetta skiptir fólk máli algjörlega, númer eitt sko að læra það en svo ætla ég að segja, lærði öll Lorelai utan að í MR já, var það, já þá getum við alveg bætt við þessu ég er Lorelai ég held að væri þetta vestfiskagen sem væri ríkast en það er greinilega sko MR sem að sem að ungar þessu út hérna, ungar þessu út og allir skildu að þetta væri svo íhaldsamt já, nei, við vissum betur sem lögumust út í Íþöku í frímöðundum það var reynda bara MR í Reykjavík þegar ég byrjaði þannig að ég hef ekki dval í Reykjavík það er ákveðin skýring var það ekki lærðiskólinn þá? ekki alveg svo látt síðan ég hefði getið að horfa á Laugarvatn en ég nefndi ekki að vera á heimavist vilti frelsi en veistu hvað, ég verði viðkjöna kemur pínu óvart að þú er svona erfitt með eða hafi rátt svona erfitt með að fóta því í hinsegin samfélaginu vegna þess að þú ert jú bara að tala eitthvað fyrir 5 árum og 4 árum og eftir stúdent og eitthvað það var í gær þetta er bara nýtt sko, þetta er bara ekki svona ég held að það væri þú veist, við værum komið lengra það að kynsegin einstaklingar væru í einhverjum erfiðleikum að fóta sig innan hinsegin samfélagsins ég myndi segja að það hefur gengið ágætlega sko að fóta innan hinsegin samfélagsins mikið meira vesen innan bara almenna samfélagsins sko. Og einhvern veginn svona að mynda sér rými þar, eða maður er náttúrulega bara stöðugt að mynda sér rými alls þar en jú, eða þú veist varandi að mæta fordómum og svona þá hefur það alveg líka verið frá öðru hinsegin fólki skilu, það er ekkert einskorðað við fólk sem hefur aldrei snert hinsegin samfélagið áður sko og til þess að taka upp með innri fordómana sko, þá er það algjörlega þú veist ástæðan fyrir því að ég kom ekki út þá þegar og ég lærði orðin voru innri fordómar og kannski ástæðan fyrir að þetta tók svona langan tíma fyrir mig þú veist öll unglingsárin að átta mig á því að það finna ekki allir fyrir þessum tilfinningum voru einhverja svona inngrónara hugmyndir að ég væri eðlilegt og þar alveg þyrfti ekki að pæla svona hlutum og það var alveg það er kannski frekar það sem maður ætti að furða sig á að þér hafa alltaf fundist þú eðlilegt innan mjög stóra gæsalappa í dag en veist já af því að það er þó svona langt síðan þú byrjar að pæla í þessu já, mjög langt síðan, alveg bara í gær eða eitthvað, fyrir 3 dögum
Já. En til þess að svona svara þessu pælingum með að þú veist, finnast erfitt að fóta sig málfræðilega og svona í samfélaginu í dag og hafandi lent í mjög mikilli misskilnun seinustu 3 dagana og 5 árin þá þú veist, maður finnur algjörlega munin á því þegar fólk er að reyna og þegar það er ekki að reyna. Þú veist, það er mjög skýrt fyrir manni sem manneskja sem notar önnur fornöfn en hann og hún að það er þú veist, og allt sem er fólk að reyna það er bara flott. Þú veist, þó gerir mistök, þó maður mistið sig, það er eðlilegt. Bara fólk reyni eitthvað smá. Þú veist, maður biður ekki mikið sko. Eru margir nálægt þér sem að vilja ekki nota þau fornöfn sem þú kýrst? Sko ekki sem segja það beint út, nei. En mjög margir sem að láta eins og ég hafa aldrei rætt þetta við þau, þó ég hafi gert það trekk í trekk. Já, mjög oft sem að ég hitti nýtt fólk og ég kynni mig með nafni og fornafni, en það heldur samt áfram að tala um mig á einhvern annan hátt og koma fram við mig öðruvísi. Og það er sárt sko, að þurfa einhvern veginn trekk í trekk að vera að opna svona á sig sko. Og líka því að það er ekkert val, þú veist, ég verða að koma út í skápnum þegar ég kynnist nýju fólki af því að annars er okkar samskipti einfaldlega ekki að fara að vera farsæl og það er líka þú veist, það er ákveðin hætta sem fylgir því einhvern veginn, að vera stöðugt að setja sig í þessar aðstæður bæði náttúrulega hætta bara við ofbeldi en líka bara svona fyrir sálina einhvern veginn, þú veist, þetta er mjög mikið álag að vera alltaf einhvern veginn að opna á sig og tala svona náin málefni og af því að líka fólk hefur bara engan sens af því hvað er við hæfi að spyrja. Já, einmitt. Já. Það er aldagömmul saga. Já, konum styrkla flestir það óviðeigandi spurningar í matabóðum og bara út á götu sko. Já, og það er náttúrulega vanvirðing ef að fólk nennir ekki sem er nálægt manni, nennir ekki að leggja það á sig að læra þetta. Já, algjörlega og kemur bara stöðugt óvart jólaboðin eftir ár einhvern veginn að fólk hafi ekki tekið sér eftirmiddaginn í að kynna sér þetta sko. Þú voru bara dundað við að miskynja nonna frænda og Já, ég hef pælt í því sko. Eða mæta með svona lúður og svona lúður á þau. Já. Já, ránt. Það er kannski eitt trikk. Þú kannski sendur okkur upptöku af næsta jólabúði. Já. Já, heyrðu, við erum búin að spjalla nú þegar í 40 mínútur. Það er spurning hvort að salurinn hefur einhverjar spurningar eða einhverjar vil beina þessum samræðum á einhvern nýjan veg. Já, gjör svo vel, Hanna Katrín. Ég svolítið forvitin að vita eftir áhugaverðar upplýsingar ferlið hjá þér Mars. Þá langar mig að beina spurningu til Andreu og Leifs hvort að fólk sem að upplýði sig eins og Mars gerði fyrir 20 árum, fyrir 30 árum, jafnvel 40 árum, hvaða leiðir hefðu einstaklingar þá? Flokkar þetta bara allt undir að vera annarkort hommi eða vesti og þetta fólk er svona hneigðir og þessa einstaklingsviðböð, hinsegin fólk, var það bara ennþá fast inn? Var það rýmið fyrir það? Það var pláss fyrir kynsegin fólk fyrir 20, 40, 60 árum. Nei, þetta var bara ekkert rætt. Manst þú eftir því? Þú varst nú meira svona í stjórninni eða svona alls konar málum? Nei, það var ekki, þess það voru bara færri rendur regnboganum. Svo einfalt var það. Og þetta, og kannski líka þegar þessi baráttur að byrja þá kannski, ég veit ekki hvort ég er að afsaka okkur, kannski var við nóg að eiga þar, ég veit það ekki, bara, og fólk kannski núna er bara orðið svo miklu meira frelsi sem er svo gott að fólk að því að, já eins og margótt komið ljós að ekkert okkar er eins, jafnvel þó við séum kannski í einhverjum sama hópi þannig að ég held bara að já þetta var bara þetta var bara ekki til sama hérna sko en á móti kemur að mann finnst rosalega skemmtilegt að sjá unga fólkið í dag hvaða er opið með
skilgreining eða reynir ekkert að skilgreina sig. Það er bara eins og það er. Já, ég verð að segja sko, þegar ég var boðað í þetta spjall, það kom mér óvart að ég var í yngsta kynslóðin sko. Af því að þú veist, ég líti upp til yngri vina minna og krakka sem ég þekki sem eru í grunnskóla í dag og þau hafa mikið meira frelsi en ég hafði nokkuð tíman. Þau eru kannski bara 10 árum yngri. Það kemur mér á óvart, þannig að þú veist, ég hefði haldið að þú var einmitt svona pósturtjald fyrir þann hóp. Já. Er ég valdi þess að vittustíðina panel? Nei. Já. Það hefði ekki komið mér á óvart að það hefði verið annar 10 ára krakki við hliðina á mér skilu. Af því að ég hefði mjög verið til í að vera 10 árum yngri í dag og geta koma út skápnum þegar ég var í grunnskóla. En ég hafði bara aldrei tækifæri til. Nei. En, já, það var líklega ólöglegt að vera með 10 ára barn hérna. Það er spurning. Það er alveg spurning. En svo náttúrulega man maður eftir einstaklingu sem pössuð ekki alveg inn í þetta sko. Já. Homma, lesbíu og svona, þú veist, maður man það alveg að það voru alltaf einhverju sem voru kannski á jaðri þess samfélags, en það voru ekki til hugtökin eða, og ég efast að þau að við geta skilgreint sjálf hvar þau hefði heldur vilja vera. Já. En á einhvern hátt þá eru meira sem margir sem að maður svona, var svona, spekulir en á einhvern hátt bara að samtökin og þetta líf að sumt bara fólk bara fíla að vera með okkur af einhverjum ástæðum af því að það hefur kannski einhvern veginn fannst ég bara passa betur inn hjá okkur heldur en einhver í þeim hópi hafa ábyggilega verið maður ekkert að spurja nákvæmlega kannski út í einhverja kynni eða eitthvað og ekkert að pæla í því þannig en þetta ábyggilega sko, Já. Það voru ekki til hugtök, það voru þú veist einhverjir sem voru þær sem fremstar fóru í baráttunni Stonewall hérna á sínu tíma og voru klæðskiptingar og þetta voru það transkonur. Í dag hefðu þær verið transkonur. En það var bara ekki, hugtaki var ekki til. Og það er náttúrulega líka það sem er svolítið svona líjandi við það að vera á svona framan á hreyfingum eins og þær hafa eflaust verið og mörg okkar er að þú veist, þá hefur engan til þess að móta þig eftir og hefur engan fyrirmyndir til þess að líta upp til og einhvern veginn svona samsama þig bæði bara með orðaforða en líka bara með einhvern veginn svona framtíð skilur, hvað ætlar að verða og gera í framtíðinni ef þú hefur aldrei séð neitt eins og þig gera það á undan. Við kannustu það. Já. Og svo er það líka eitt ráð sem að gafst nú vel í Palestínu fyrir 2000 árum. Jú. En já, eru fleiri spurningar á sal? Já, gjör svo vel. Nei, bara ekki þannig og nei og það var bara eins og er venjulega sko og það er náttúrulega þetta svona sem var sagt við sumar stelpur allavega þú getur ekki verið lesbísk út allt og sætt eitthvað svona allt og kvenleg þetta var mikið vandamál Nei, það var þannig svona klísju hugmyndi bara ég man ekki eftir og að því að ég man alveg eftir hugsunum sko frá því ég krakki alveg þegar vinkonum mín að byrja að vera skottari strák og þá var ég bara skotin í vinkonum mínum og svo, þú veist, ég var mjög konstant í því mjög snemma en ég man ekki eins og var eftir einustu lesbíu bara ekki sko nei og þú veist, kunni ekki orða það neitt sko það var alltaf að tala um homma en það var svona, þú veist, ég kom í menntaskóla þegar ég færi að setja ykkur orð á
Ég man Sjálfa eftir með að- aðra. já, ég man eftir að það ég vissi að þekkti ekki þessa konu en ég held þetta að verið hún Kalli heitin. Já, einmitt. Já, og ég heyrði talað sko í MR að það var einhver stelpa sem að var undir grun að vera. Ég hef nú oft sagt á sögu að þegar ég gekk í samtöki 78, árið 1979, þá voru tvær konurskráðar, Kalli var önnur þeirra og var það þetta mörgu og svo hinn var flúin til Noregs. Þessar tvær voru skráðar í samtökin 1979. Já, En svo náttúrulega fyrst, svo fór maður tóku strákandi mann með í partí og þá náttúrulega voru já, fleiri svona já. koma svona crawling out of the woodworks. Nei, en þú veist, innan samtakana, nei. Nei. Og Ég það var held nú að svo ég sem byrjaði ekkert að vera svona ekki fyrir bara rúmlega 80 held ég svona í samtökunum eða kannski eða rúmlega 80 já. Koma svona á skemmti fundi og svona. Nei, það var náttúrulega, þú veist, og auðvitað er þetta mjög slæmt og það er það sem að sko Mars er að upplifa núna að það skortir fyrirmyndir, það er alltaf vont, það var vont fyrir 50 árum, það er ekki betra núna. Nei, en ég held sko jafnvel að ég hafi haft meira raun að grípa í en þið bara út af internetinu. Já, Þegar ég var svona fyrsta átta mig á mínu þá hafði ég alls konar greinar og fólk að fylgja á samfélagsmiðlum þó þú væri ekki endilega mikið eldra en ég eða reyndara og var það samt einhvers konar samfélag og svo náttúrulega seinustu árum eftir að ég kom út þá hefur fyllt af frægu fólki og svona komið út sem kynsegin og bæti stöðugt í þann hóp bara eins og Sam Smith og Lachlan og Demi Lovato og svo framvegis fullt af flottu fólki sem frægt og hefur komið út sveitna Og meðan við vorum ennþá að velta fyrir okkur það var svo mikið leyndamál hvort að Elton John væri hommi, mannstu því? Áratugum saman, já, nei. Já. Og hann sjálfur meira þess að á stúdúskallinn fór og giftist ykkur í kellingu. Já. Og svo meira sé að sko Og Freddie Mercury, hommi? Nei, aldrei sagt. Nei. Hljómsveitin hans hétt Queen. Já. Þú veist, það er ákveð hint. Já. Og George Michael Nei. tók alveg einhver Þetta er ekki hommi. Já. Fólk var svo langt inn í skápnum. Maður vissi þetta aðeins í gegnum fólk sem maður þekkti sem hafi verið í Bandaríkjunum. Já. En kona sem að ég vann með Kristín Björg, hún hefði verið þá bara í skóla í Bandaríkjunum og í LA bara einhvers þar. Þegar hún kom inn, hún sagði mér þetta að það væri bara allt talað að George Michael væri hommi. Ég segi bara já. Það var ekki internet, það var ekki internet í gamla daga. Nei. Já, eru ekki... Já, það svona hleypur og snæri hjá manni þegar eru svona fólk svona frækt. Það hleypur og snæri hjá manni þegar frækt fólk kemur og skapur. Það er bara algjörlega. Já, gjör svo vel. Er þetta náttúrulega bækur sem höfðu áhrif? Skáldsögur eða fagbókmyndir? Já, algjörlega. Það var nú ég bara man ekki neitt núna. Ég er já, ég er eins og í munnlegu prófi í MR, sko, bara að gleyma öllum titlum. Það var að frýs alltaf fyrir vitin á manni, munnlegu prófi í MR. En Munnleg stærðfræði. Jó, já, en ekki fyrir, maður kannski byrjaði svona eitthvað rúmlega 80 líklega. Hvað heitir bókin eftir hana, hvað heitir hún? Susan, eitthvað að byrja við. Nei, veistu, það er bara allt lokað. En ég man eftir svona 2-3 skáldsögum, þar sem að voru lesbiskar konur eftir og það var bara, maður las það oftar en einu sinni reyndar, já að vísu. Það er sama, ég man ekki eftir einustu bók fyrir en sko einmitt í bókasafninu hjá samtökunum. Já. Þú veist að þar voru bækur. Þar voru alveg til ágætar bækur svona, já. Og með statistikk og öllu, alls konar. Já, með statistikk. Já, hvað var haldið að væri mörg prósent. Já, ég held að aðal svona efni sem hafi hjálpað mér var fræðslu efni, sko. Bækur eins og Genderqueer myndasagan sem að eftir Kaja og Seeing Gender líka bók sem til og Kvár myndasagan sem kom út núna fyrir 2 mánuðum eftir Elisabethi. Allt svona bækur sem útskýra hlutina sem ég gat bæði einhvern veginn svona sannreint mun sannleik og látið áfram til þeirra sem ég þyrst að fræða sem voru
allir af því að hvar hefur þið annars starf að fá fræðslu þegar ég sem að lífina raunveruleika hafði hann ekki einu sinni og það algjörlega svona, þú veist, núna svona fyrst að koma inn íslensk efni, sko, en það samt en það bara mjög lítið til þannig já, ég myndi segja að þetta var aðalega fræðslubókmyndir af því það ekkert mikið að skáldsögum kynsegin fólk ekki komið út, sko. Nei, maður var bara vanur að gera sér upp í huganum sko, að einhverju væri inn í skápnum í öllum sem skáldsögum. Búa til sína eigin fantasi. Skipta út svona, ef að þetta væri nú, ég var rosa góð í því. En Color Purple, ég man allavega eftir þeim titli. Color Purple endur. Já. Ég man bara til myndinni. Já. Sem mögnuð saga. Já, algjörlega núna, þú veist, horfum við náttúrulega með hinsegin gleraugun, eða þú veist, bara raunveruleika gleraugun basically á allt efni og sér hinsegin fólki í hverju horni hvort þessi sagt eða ekki. Þeir eru svo náttúrulega voruð 5 bækurnar. Ragga, lagst þú þær ekki? 5 bækurnar, ertu að hugsa Georg? Georg. Georgínu, sem við vildi láta kalla sig Georg. Já. Ég held að Ínir Blædór hafa nú ekki dutta hvað hún var að gera þar. Kannski. En það var náttúrulega mjög áhugavert, sko. Já. Svona, já, eftir á, en ég svona samsamaði mig svolítið henni, sko. Já. Ég verð bara að segja það. Andri í fótboltanum. En mikið hafa þessar bækur elstilla, það eru svo langdregnar, það eru bara svona, hvernig nettum maður þetta er svo rasíst og hróðalegt. Já, algjörlega, alls konar. Svona þetta, við eldumst ekki öll jafnvel. Jæja, fleiri? Já, alveg. Einmitt. Fallið á bak og bók. Já, bullandi fordómar alveg aldurs og kynja og allt saman. Svo reyndar eitt sem að ég man eftir, sko, ég á dóttur, ég egnaðist dóttur 1974 og svo var svona, fór maður í samtökinu og það var gjald og ég man að einhverju fundi að þá hommarnir vildu hafa svo hátt gjaldið og þeir náttúrulega voru, já, flestir náttúrulega átti ekki börn, þar var miklu minna eiginlega ekkert það þá, svona, fylgt frelsi eins og núna, sko, en þá einhvern veginn skildu þeir ekki að maður átti ekki mikinn pening og vera einstæð móðir. Það er bara einhvern veginn svona, en við tókum svona smá sirpum, það mannst ekki aðeins eftir þessu. Já, þeim fannst einhvern veginn ekkert vera dýrt. Inn á bölli eða neitt. Þegar allir með hærri og laun og bara ballesir. Já, akkurat. Það hefur nú lítið breyst, held ég. Já, það er lítið breyst. Það er ennþá sami hrókinni þeim, sem að veru nú fordóma sína. Já, fyrir ekki, það var einhver annar sem ætlaði að spyrja þarna. Ég var að beina þessu til Mads að hvað finnst þér nýju nafnorðin Kvár? Hvað finnst þér nýja nafnorðin Kvár? Mér finnst það alveg frábært, sko. Og mér finnst jafnvel að við eigum bara víkka það aðeins meira, þú veist, út í að við höfum karla og konur sem þetta mjög skilgreinda og formaða box og að Kvár geti bara verið allt hitt. Þú veist, það þarf ekki að mynda þetta þriðja box. Það er ekki það sem við viljum. Við viljum bara fá restina. Takk. Ok, það finnst hér smá óskir. Mér finnst Kvár mjög flott orð. Kvár er flott, mér finnst líka stálp flott, strákur, stelpa, stálp. Já, algjörlega, minnst það frábært. Og kemur mér náttúrulega frábært fyrir alla ungu krakkana sem átt sig í dag. Já, gjör svo vel.
Já, fyrir ég er svo spenntur fyrir því sem er í gangi hérna, ég gleymi mér stundum. Ég var ekkert mikið að horfa í kringum mig eftir fyrirmyndum, en svo ætlaði að segja Palla hérna, en svo fatt að hann er bara örlítið eldri en ég, þannig að Hann byrjaði svo snemma. Hann var á stjarnan svo ungur. Reyndar, þannig að maður vissi alveg hver hann var, en annars held ég man ekki eftir neinum á þessum tíma, hvorki innlendum eða erlendum sem að voru komin út úr skápnum nei, það var bara nógu upptekinn að vera bara hérna á Nellís og Spotlight og það var gaman. Svo maður nú nefna kannski eins og með stað eins og 22 sem ég man nú ekkert hvenær var opnaður, en það var svo frábær staður og einmitt auðvelt fyrir fólk af því að 22 var svona geistaður, en það var bara svo skemmtileg músík þar og skemmtileg DJ-ar og eitthvað svo leys og þannig að það bara allir sem fór að dansa, þeir bara komið ákvað, hvort sem þeir voru homi eða lesbía eða bara eitthvað. Ég held að setja aldrei þannig ennþá. Já, Það er þannig þannig, að þetta var Kiki. bara, kiki, já, akkurat. Og þetta breytti rosalega, og til dæmis 22 er bara eitt af þessum stöðum, skemmtistöðum, sem bara gerðu Reykjavík svolítið að því, svona svolítið alþjóðlegri og bara einhvern veginn svona litríkari heldur en hún var áður. Það var í fyrsta sinn sem var svona eitthvað stabílt. Það voru búin að opna einhverjir kaffigestur og einhverjir staðir sem lifðu mjög stutt. Já. Og þarna kjallarinn, Múlarús og eitthvað. Já. Fyrsta sinn sem kom eitthvað svona stabílt og skemmtistæður sem við gáttu gengið að vísum viku til viku, mánuð eftir mánuð. Já. Það er gegnumgangandi þema veldi bara hjá mér líka og mínum tíma. Það er staðar að opna alveg hægri vinstri en þeir loka jafnóðum. Það er þetta hotn er þetta eina sem að verðist lifa af. Já. En það væri vola gaman að hafa fleiri svona eins og kaffihús eða eitthvað svona sem meira hinsegin. En kannski þarf það ekki í dag, ég veit það ekki. Ég var alveg til í það í dag, sko. Já. Ég var alveg til í staði sem ég gæti farið á og þurfti ekki að pæla í hvort það væri klósett fyrir mig eða búningsklefi eða já. Það er bara að stopna kaffi kvár. Það steinleikur. Það er frábært. Sundlaug. Já. Já. Hér komum viðskiptahugmynd. Já. Já. Hvað vil ég vita meira? Gjör svo vel. Má ég kynna mig, ég heiti Saga. Ég er að velta því fyrir mér, sko, ég er núna 50 og ég upplifði það mjög sterkt svona eftir stúdentspróf og svona þegar ég var að mótast að í sérstaklega í homma samfélaginu sem ég vildi tengja mig við. Ég meina, ég elska homma og ég elska þetta samfélag, þetta hinsegin samfélag. En ég upplifði það nokkuð sterkt að við svona ákveðin það sem ég vil kalla afneitun á kvenleika. Ég veit að þetta er öfugsnúið af því að það er oft sagt að homma sé dálítið kvenlegir, sko, en samt er svona eins og það að vera sem ég er núna, sem er í ferli eða sem var áður karlmaður, að það var hindrun í mínu þroskaferli, ég má segja, transferli, að þurfa að mæta því að þetta var eitthvað sem að sko passaði ekki inn í eitthvað hólf. Af því að við erum alltaf einhvern veginn að setja allt inn í hólf, sko. Ég gæti kannski sagt eitthvað fleiri þetta, en ég veit að þú ert 10 árum yngri ég Leifur, ég er semst 9 árum 50 og þú ert rúmlega 40. Ég meina, er þetta þannig að þú veist, kvenleiki og það að vera samkynhneigður karlmaður er einhvern veginn ekki vel séð eða, ég meina, hvað er í gangi? Af hverju upplifði ég þetta svona? Ég held að það sé mikið betra í dag ástandið en ég held að það sé samt. Það eru innri fordómar í okkar samfélagi líka sem að þú ert örugglega vitna í, basically. Og ég held að það sé ennþá til staðar. Já, ég held að já, það er til staðar. Algjörlega, sko. Og þar kannski kemur líka, maður stendur sjálf á sig að því að maður er ennþá að reyna að festa litla puttan
hinum við hérna, já, í glas þegar maður heldur á glasi svo það sé ekki á ferli. Það gerir ég ósjálfrátt. Ég bara fatta alltaf sjálfur þegar ég gera það en já, ég skil alveg hvað þú tala og þetta því miður held ég ennþá til staðar. En mér finnst samt það er orðið opnar og meira kannski svona viðurkenndara innan okkar hóps að það er bara fólk getur verið eins og það vill vera. Eða ég vona það. Já, ég verð að segja, ég tengi mjög sterkt við þetta sko, sem þú ert að segja sem transmanneskja, eða þú veist, ég var algjörlega tilbúið þegar ég kom út, þú veist, ég held að ég myndi aldrei eiga mér neitt tilhugalíf, skilur. Ég gerði ekki ráð fyrir því að endilega að þú veist, finna eitthvað fólk sem gæti elska mig á mínum forsendum bara af því að ég hafði enga fyrirmyndir fyrir því og það er fullt af fólki sem ekki tilbúið í það sko. Og þú veist það bæði innan hins einn samfélagsins og innan bara hetero samfélagsins einhvern veginn að það er þetta er bara mjög flókið og þú veist það er þó ég hafi komst að í dag að þetta er ekki eins hörmulegt og það er fullt af fólki sem að elskar mig á mínum forsendum hvort sem það sé í rómantísku ljósi eða ekki en það þú veist, þetta er ennúlegur ótti og þetta er algjörlega valið í okkar samfélagi af því að það eru miklu fordómar og þú veist, að saman tíma þetta hefur gengið upp hjá mér, þá hefur þetta líka ekki gengið upp mörg skipti bara af því að ég er kynsegin, af því að ég hef verið að hitta fólk og það hefur ekki höndlað þann part, það hefur ekki geta samsama mig sínum skilgreiningum. Ég veit ekki hvers oft ég hef farið í sleik við eitthvað og þau hafa eftir á farið í létta tilvistakreppu yfir í hvað þau séu núna. Já, besta spurning sem ég fengi var hérna, er ég hommi núna? Frá manni sem hafði aldrei sofið hjá öðrum manni. Já, þetta kickstartar hjá fólki bara svona algjöru tilvistakreppu af því að það getur ekki samsama sig við þessar tilfinningar og þá staðreynd að það sé hrifið af fólki sem er ekki endilega karlar eða konur. Þannig, já, þetta er Það er nokkuð ljóst að það eru fleiri eftir að fara í gegnum svona alls konar grafa í gegnum eigin fordóma og skilgreiningar. Já. Við erum búið með tíman okkar og þetta hefur liðið alveg ótrúlega hratt og þetta var mjög áhugavert og skemmtilegt að hafa ykkur í það. Andrea, Leifur, Mars. Ef að ykkur, sko, brennur ekki eitthvað á okkur sem verði að koma framfæri þá ætla ég bara að fá að kveðja ykkur. Þakka ykkur og áhörendum. Takk fyrir. Takk.